Kæru blikar, velkomin á þessa hátíð. Sveinn heiti ég formaður aðalstjórnar Breiðabliks. Það ár síðan að við héldum fyrst þessa hátíð og þar sem við fengum okkar fremsta íþróttafólk og heiðruðum það sérstaklega fyrir frábæran árangur. Þá minni mig að ég hafi sagt að ég stemdi því að taka þetta hérna niður í sal með fullan sal af fólki, en núna erum við komin hér enn í sama salnum og hér eru einungis þeir sem að verða heiðraðir og við erum með 2 metra á milli og síðan vonum við að það sé mikill fjöldi blika hér sem ég tala við heim í stofu, þó svo það sé svolítið skrítið að maður hefur ekki hugmynd um það hvort að það sé nokkur, en það allavega hér einhverjir í salnum og verðið velkomin og til hamingju með daginn og til hamingju með þær viðurkenningar sem þið hljótið hér á eftir. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, annað en að segja það að þetta búið að vera, ég ætla kannski að segja það líka, þetta náttúrulega var mjög sérstakt ár og vil sérstaklega bara þakka öllum þeim sem hafa komið að starfi félagsins fyrir að láta íþróttastarfi ganga þó það vel. Það var hér löng tímabil sem við máttum ekki æfa og við náðum ekki að klára á mót, en samt sem áður hefur þetta gengið ágætlega og árangurinn á síðasta ári var frábær. Við erum ennþá í svona hálfskringilegu ástandi, förum að vona það að þessi fara að linna. Ég vil fara að komast á völlinn og hérna fá að taka þátt í þessu þannig og vonandi fer það að gerast. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra og annað en að segja það bara, ég vona þessu fara nú að linna þessu COVID-villisrugli öllu saman og ætla að gefa honum Eysteini orðið sem að mun hérna stýra þessari hátíð hjá okkur. Það að gerast. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra Sælveriði og velkomin og þið sem heima sitjið. Eins og Sveinn kom inn á áðan að þá hátíðin haldið með smá öðruvísi sniði en í fyrra og við vitum öll út af hverju það er. En hér eru einungis viðurkenningar hafa verið að fulltrúa þeirra hér inn í salnum ásamt starfsmönnum sem hafa veg og vanda af hátíðinni. Og þá erum við með 2 fulltrúa aðalstjórnum sem hafa aðstoð okkur eins og heima sitjið. Við sáum áðan Sveinn Gíslason formaður og svo það Guðmundur Sigurbjörnsson gjaldkeri. Einnig vil ég taka fram að útsetningin hér, til að geta sýnt þetta beint heim, í höndum Heiðars Heiðarssonar hjá Blika TV, eða Heis eins og við köllum hann, og við kunnum honum bestu þakkir. Algjörlega ómyndilegt að hafa hann að þegar við þurfum að gera þetta með þessum hætti. Ég vil einnig þakka Halldóri Halldórssyni íþróttafulltrúa og Arnóri Daða verkefnastjóra kærlega fyrir undirbúningu þessari hátíð, en það eru þeir sem hafa haft veg og vanda að henni. Örstutt að þá eins og Sveinn kom inn á að við ætlum náttúrulega að vera með fullan sal en við gerum það bara ári. En markmiðið með íþróttahátíð Breiðabliks að gera árangurinn sýnilegri hjá einstaklingum og hópum í þeim fjölmörgum deildum sem félagið starfrækir, en við gleymum oft því hvað við erum að gera frábæra hluti á svo mörgum stöðum í félaginu. Einnig að heyra alla þá aðila sem skara hafa fram úr í hverju deild fyrir sig og veita þeim viðurkenningu. Eins og Sveinn kom inn á áðan að þá ætlum við að halda þessa íþróttahátíð árlega og vonandi getum við alltaf stækkað hann ár frá ári. Nú dagskráin núna verður með þeim hætti að við munum fyrst veita íþróttakalli og konu hverja deilda viðurkenninga fyrir sinn árangur, en það eru stjórnir deildar sem velja sjálft íþróttafólkið innan sinna raða. Því næst veitum við deildabikarinn, síðan þjálfarabikarinn og síðan það í lokin þá valinn afrekshópi Breiðabliks og svo veljum við úr þessum glæsilega hópi hér afrekskonu Breiðabliks og afrekskarl Breiðabliks. En það aðalsveit félagsins ásamt ráðgjöfum hennar sem að velur þá sem hljóta þær viðurkenningar. Ég vil nefna það að 2 deildir tilnefna ekki íþróttakonu og karl ársins í ár. Það eru taekwondo-deildin, þar sem iðkendur í þeirri deild eru ennþá ungir að árum að stjórnin ákveða að bíða með tilnefningu frá deildin þar til síðar og þá fór skíðadeildin sömu leið og tilnefnir ekki að þessu sinni. Einnig ekki tilnefningar hjá konunum í karate-deildinni og skákdeildinni. En að öðru leyti tilnefnt fyrir allar aðra deildir, sem og hjá hlaupahópnum sem öflugur hópur hér innan félagsins sem við höfum, þó sé ekki akkurat formið deild, en þó hefur hún verið hérna með okkur á þessari hátíð og frábært að hafa þau áfram með okkur. Nú, því ég ætla að segja ekkert af vanbúnaði en að byrja og það kom ósk það, við ætlum að gera þetta í Stafrófsröð, en það kom ósk það að við myndum byrja á körfugrandastildinni, það einhver æfing að byrja sem þarf að ná. Þannig að ég búinn að fara yfir með ykkur hvernig við höfum háttinn á, þið komið hérna og
og Sveinn og Guðmundur vísa ykkur hérna á bikarinn og blómin og hérna þið komið og takið og náið í bikarinn og blómin sjálf. Svo býðið aðeins hérna við borðið og það verður tekið mynd og svo bara megið fara aftur í sætið. En við byrjum á körfuknattleiksdeildinni og bara leið og ég les nafnið upp og þá má viðkomandi koma hérna og standa menn í klára textan. Svo látum við þetta ganga svona koll að kolli. Íþróttakall körfuknattleiksdeildar er Árni Elmar Hrafnsson. Árni mikill leiðtogi innan liðsins og sýnir fordæmi með því að æfa aukalega og með eljusemi sinni inn á vellinum. Og sýnir eljusemi inn á vellinum. Árni er byrjunarliðsmaður í meistaraflokki og mikilvægasti leikmaður liðsins. Áður en tímabilið var blásið af í fyrra var liðið í góðri stöðu til þess að vinna sig aftur upp í úrvalsdeild og átti Árni mikinn þátt í því. Til hamingju. Þú vísar á bikarinn og þú fer hérna í blómin. Fremsti. Gott. Við ekki vera báðir með honum eða? Nei, við ætlum að vera þarna bara og við erum báðir með honum bara. Þetta mun gefa honum, já. Þetta mun alltaf, gefa honum gott klapp, já. Það er aldrei klappað á mikið. Þetta mun slípast hjá okkur, þetta er alltaf allt nýtt fyrir okkur hvernig við erum að gera þetta núna. En íþróttakona körfuknattleiksdeildar er Ísabella Ósk Sigurðardóttir. Ísabella er einn besti íslenski leikmaðurinn í úrvalsdeildinni. Ísabella hefur sýnt mikinn vilja og þrótt undanfarin ár og stiðið upp úr erfiðum meiðslum. Ísabella vann sig úr meiðslum sínum og er á yfirstandandi tímabili einn af framlagshæstu leikmönnum deildarinnar. Núna hefur Ísabella unnið sig inn í byrjunarlið íslenska landsliðsins. Til hamingju. Ég muni gott klapp. Þá tökum við þetta í stafrófsröð og við byrjum á frjálsíþróttadeild en íþróttakall frjálsíþróttadeildar er Arnar Pétursson. Arnar Pétursson, langhlaupari, er frjálsíþróttakall ársins 2020 hjá Breiðabliki. Arnar gekk til liðs við uppeldisfélag sitt í upphafi árs og hefur á árinu unnið 6 Íslandsmeistaratitla í götuhlaupum og langhlaupum á braut. Hann er allandsliðsmaður í frjálsum íþróttum og stefnir ótröður á ólympíulágmarki í maraþoni fyrir komandi ólympíuleika. Arnar er fyrirmynd annarra hlaupara á landsvísu og býr yfir mikilli ástríðu fyrir íþrótt sinni. Auk þess að stunda hlaup sjálfur starfar Arnar sem hlaupaþjálfari og fyrirlesari en hann býr yfir yfirgripsmikli þekkingu og reynslu af hlaupum. Til hamingju. Íþróttakona frjálsíþróttadeildar er Karin Sif Ársalsdóttir. Ég muni gott klapp. Karin Sif Ársalsdóttir er frjálsíþróttakona ársins 2020 hjá Breiðabliki. Karin hefur verið einstaklega sigursæl í sinni grein í ár. Hún er Íslands- og bikarmeistari kvenna í stangarstökki innan og utanhús, algjörlega ósigruð á árinu. Karin Sif var nýlega valin í A-landsliði í frjálsum íþróttum fyrir árið 2021. Karin stundar íþrótt sína af alúð og er góður félagi og fyrirmynd. Hún setur stefnuna á enn frekari bætingar og æfir við góðar aðstöðu í Danmörku. Til hamingju. Ok, bætum þetta. Íþróttamaður til að standa hérna sko, svo ég sé ekki að flakka á milli sko, það reist einn íþróttamaður sko, við höfum bara bæðið einum ráð. Það var bara Við erum alltaf að bæta þetta, ekkert mál. Hjólreiðadeild Breiðabliks. Íþróttakall hjólreiðadeildar er Ingvar Ómarsson. Ingvar átti mjög gott ár bæði erlendis og á Íslandi. Hann var Íslandsmeistari í tímaþraut, ólympískum og maraþonhjallarhjólreiðum. Hann var einnig bikarmeistari í götuhjólreiðum og tímaþraut. Hann keppti fyrir Íslands hönd á heimsmeistaramótum í tímaþraut og ólympískum fjallarhjólreiðum.
Ingvar keppti á nokkrum öðrum mótum á vegum UCI erlendis og náði hann meðal hans 15. sæti í fjallahjólamóti á CHD í Grikklandi sem jafnframt hans besti árangur á heimsbikarmóti til þessa. Ingvar hefur verið fremsti hjólreiðamaður landsins síðustu 8 ár og hélt uppteknum hætti á þessu ári. Hann náði að keppa erlendis á sterkum mótum í byrjun árs og í lok sumar og hélt áfram að bæta sig. Ingvar einn metnaðarsamasti hjólreiðamaður landsins og alltaf tilbúinn í nýjar áskoranir. Ingvar miðlar reynslu sinni til annarra og sá til dæmis fjallahjólaæfingar Breiðabliks fyrir unglinga í sumar en það var fullt á þær æfingar. Til hamingju. Íþróttakona hjólreiðadeildar Hrefna Sigurbjörg Jóhannsdóttir. Hrefna Sigurbjörg Jóhannsdóttir átti sitt besta ár í hjólreiðum. Hún keppti í öllum Íslands- og stigamótum í götuhjólreiðum, kríteríum og tímatöku. Hún varð Íslandsmeistari í liðatímatöku og vann sigur á einu stigamóti í tímatöku og hlaut brons á Íslandsmótinu í kríteríum. Þá náði hún 3. sæti í heildarstigakeppni HRÍ í tímatöku og í kríteríum. Hrefna byrjaði frekar seint að hjóla og hefur bætt sér mjög mikið á síðustu 2 árum og orðin ein af sterkustu hjólreiðakonum landsins. Hún tók öllum áskorunum vel og keppti samtals 19 sinnum á rúmum 3 mánuðum en engin kona keppti oftar í elitflokki en hún í sumar. Til hamingju. Íþróttakall hlaupahóps Breiðablik Óskar Karlsson. Óskar sýndi mjög mikla framfara árið 2020. Hann bætti tíma sína í nánast öllum vegalengdum með 5 km og 10 km og hálfmaraþon hlaupi. Þar að auki hljóp hann sitt fyrsta ultramaraþon þegar hann lauk Laugavegslaupi í júlí. Það verður því gaman að fylgjast með þessu hlaupar árið 2021 þegar aftur verið í boði að stunda keppnislaup. Til hamingju. Íþróttakona hlaupahóps Breiðabliks Sigríður Rúna Þóroddsdóttir. Sigríður Rúna þaulreyndur fjallahlaupari sem hefur hlaupið fjölmörg fjallahlaup innanlands sem utan, meðal annars í Mont Blanc hlaupinu. Í ár gerði hún sér lítið fyrir og hélt upp á stórafmæli sitt með því að hlaupa 1 km fyrir hvert ár og tók þátt í 50 km hengill ultrahlaupinu. Hún þekktur nagli af þeim sem þekkja hana en hún var fyrir óhappi snemma í hlaupinu, datt nokkuð illa en það stoppaði hann ekki og kom hún skælbrosandi og blóðuð í mark. Sigríður Rúna mun án efa hlaup í einhverju fjallahlaupum hérlendis og jafnvel erlendis á árinu 2021. Til hamingju. Haldur. Góðan daginn. Því næst komið að karatedeild Breiðabliks en íþróttakall karatedeildar Tómas Pálmar. Tómas Pálmar mjög efnilegu keppnismaður í karate. Hann hefur frá unga aldri lagt mikið á sig og vaxið við hverja raun. Í gegnum barna- og unglingaflokka hefur hann verið ósigrandi og nú þegar hefur hann sýnt fram á það þrátt fyrir ungan aldur að hann á fullt erindi í keppni í fullorðinsflokki hér heima og á hann sömuleiðis fullt erindi í keppni á alþjóðlegum vettvangi. Hann hefur nú þegar unnið til verðlauna hér heima og sterkum alþjóðlegum mótum. Tómas Pálmar stefnir hátt og hefur alla burði til þess að ná metnaðarfullum markmiðum sínum heima og heiman. Þess fyrir utan Tómas Pálmar afskaplega vandaður drengur og frábær fyrirmynd. Hann dyggilega stuttur af fjölskyldu sinni og hefur afskaplega ánægjulegt að fylgjast með honum í gegnum árin. Hann mikill keppnismaður og hefur lagt mikið á sig til að ná þeim árangri sem hann hefur náð. Til hamingju.
Eins og ég kom inn á áðan að þá tilnefnir karladeildin ekki að þessu sinni íþróttakonu innan sinna raða. Þá komið að knattspyrnudeild Breiðabliks. Íþróttakarl knattspyrnudeildar Breiðabliks Viktor Karl Einarsson. Viktor Karl átti frábært tímabil með Breiðabliki í ár og var besti leikmaður liðsins. Viktor Karl lék 14 leiki í Pepsi Max-deildinni í ár og skoraði þeim 5 mörk auk þess að leika 2 leiki í bikarkeppni KSÍ. Viktor Karl á stóran þátt í því að Breiðablik tryggði sér Evrópusæti á næsta keppnistímabili. Viktor Karl var án efa einn af bestu miðjumönnum deildarinnar í ár og var hann til að mynda valinn lið ársins hjá miðlunni 4-3. Þá var hann einnig á blaði á fótbolti.net yfir bestu miðjumenn deildarinnar í ár. Til hamingju. Íþróttakona knattspyrnudeildar Breiðabliks Sonný Lára Þráinsdóttir. Markvörðurinn öflugri Sonný Lára Þráinsdóttir var frábær með Breiðabliki á tímabilinu og stóran þátt í því að liðið fagnaði Íslandsmeistaratitil á dögunum. Sonný fyrirliði liðsins og mikill leiðtogi og fyrirmynd innan sem utan vallar. Sonný lék alla 15 leiki Breiðabliks í Pepsi Max-deildinni og fékk einungis á sig 3 mörk sem stórkostlegt afrek. Sonný átti margar góða markvillur í sumar og átti meðal annars stórleik þegar Breiðablik lagði Val að velli í síðasta leik tímabilsins, en sá leikur var í raun hreinn úrslitaleikur Íslandsmeistaratitilinn. Til hamingju. Þá komið að kraftlyftingadeild Breiðabliks. Íþróttakarl kraftlyftingadeildar Breiðabliks Guðfinnur Snær Magnússon. Guðfinnur Snær Magnússon var Íslandsmeistari unglinga og tók meðal annars Íslandsmet í hnébeygju 400,5 kíló sem Júlían J.K. Jóhannsson átti fyrir. Síðan var hann stigahæsti unglingurinn á Íslandsmótinu sem haldið var í september og fór í fyrsta sinn yfir 1000 kíló í samanlögðu. Guðfinnur hefur verið einn af sterkustu unglingum heims og unnið bæði silfur og brons á heims- og Evrópumótum í unglingaflokki. Til hamingju. Íþróttakona kraftlyftingadeildar Breiðabliks Sóli Margrét Jónsdóttir. Sóli Margrét Jónsdóttir var Íslandsmeistari og stigahæsta konan í opnum flokki en hún tók í hnébeygju 265 kíló, bekkpressu 180 kíló sem Íslandsmet, réttstöðulyftu 220 kíló sem Íslandsmet og samanlagt 665 kíló sem jafnframt Íslandsmet í pluss 84 kíló flokki. En þetta mesta þing sem íslensk kona hefur lyft frá upphafi kraftlyftinga. Hún var líka Íslandsmeistari í réttstöðulyftu sem haldin var í Færalandi í júní. Sóli að koma sér í flokk meðal þeirra bestu en hún núverandi heims- og Evrópumeistari í stúlknaflokki. Til hamingju. Því næst það skákdeild Breiðabliks. Íþróttakarl skákdeildar Arnar Miludin Heiðarsson. Arnar Miludin hefur að undanförnu verið virkur þátttakandi á skákbóndi sem í boði hafa verið í raunheimi. Má það nefna mótdex og áskorandaflokk. Einnig hefur hann stundað skák innan kappi á netinu og staðið sem prýði. Hann sýnir jafnframt áhuga á starfi deildarinnar en hann hefur meðal annars tekið að sér þjálfun iðkenda og verið þar mjög góð fyrirmynd. Innið til hamingju. Eins og áður hefur komið fram að þá tilnefnir ekki skákdeildin íþróttakonu að þessu sinni.
Því næst það sunddeild Breiðabliks. Íþróttakarl sunddeildar Breiðabliks Patrik Viggo Vilbergsson. Patrik Viggo orðinn sterkasti langsundsmaður landsins þrátt fyrir að vera aðeins 18 ára. Hann var fjórfaldur Íslandsmeistari á Íslandsmeistaramótinu í 50 metra laug sem haldið var í júlí á þessu ári. Hann náði lágmörkum á Evrópumeistaramót unglinga sem átti að fara fram í sumar, 1-3 Íslendinga. En því móti var því miður aflýst vegna COVID-19. Patrik tók þátt í landsliðsverkefni og æfingabúðum Sundsambands Íslands sem fór fram í janúar. Hann í A-landsliði Íslands í sundi. Patrik stefnir til Bandaríkjanna næsta ári á skólastyrk og sundstyrk. Innilega til hamingju. Takk. Íþróttakona sunddeildar Breiðabliks Kristín Helga Hákonardóttir. Kristín Helga orðin einn af okkar sterkustu sundkonum þrátt fyrir að vera aðeins 16 ára. Hún var fjórfaldur Íslandsmeistari á Íslandsmeistaramótinu í 50 metra laug sem haldið var í júlí á þessu ári. Einnig var hún í sigursveit Breiðabliks í Boðsundi. Kristín náði lágmörkum á Evrópumeistaramót unglinga sem átti að fara fram í sumar en var aflýst vegna COVID-19. Var hún einn 3 íslenskra sundmanna sem náði lágmarki á það mót og eina konan. Hún tók þátt í landsliðsverkefni og æfingabúðum Sundsambands Íslands sem fór fram í janúar. Kristín í A-landsliði Íslands í sundi. Til hamingju. Síðast en ekki síst það þríþróttadeild Breiðabliks. Íþróttakarl þríþróttadeildar Breiðabliks Sigurður Örn Ragnarsson. Sigurður hefur verið mjög sigursæll í þríþrautinni undanfarin ár og stóð sig með stakri prýði í þríþróttakeppnum á síðasta keppnistímabili. Sigurður Örn var í fyrsta sæti í Kópavogsþrautinni, sprettduflið 3SH og vann hálfan járnkall á Laugarvatni. Sigurður sigraði í karlaflokkinni bikarkeppni Þríþróttasambands Íslands. Hann var valinn þríþróttakarl Þríþróttasambands Íslands 2020 en þann titil hefur hann hlotið undanfarin ár. Sigurður Örn hefur einnig keppt í einstaka greinum innan þríþróttarinnar og varð Íslandsmeistari í 10 km götuhlaupi og í öðru sæti á Íslandsmeistaramóti í 5 km götuhlaupi. Hann hafnaði einnig í 3. sæti í 1500 metra skriðsund og Íslandsmeistaramótinu í sundi. Sigurður Örn frábær íþróttamaður og góð fyrirmynd fyrir yngri sem eldri iðkendur. Hann hefur einnig verið duglegur talsmaður þríþrautarinnar og lagt metnað í að kynna þríþraut sem íþróttagrein. Til hamingju. Íþróttakona þríþróttadeildar Breiðabliks Guðlaug Edda Hannesdóttir. Það sem hún ekki á landinu, ætla móðurinn hún Sigríður að koma hér og taka við viðurkenningunni. Guðlaug Edda hefur öflug þríþróttakona og mikil fyrirmynd sem slík. Hún hefur mikið metnað fyrir þríþrautinu og stefnir ótrúð áfram á þátttöku á Ólympíuleikunum 2021 en í dag hún einungis einu sæti frá því að komast á leikana. Guðlaug var í fyrsta sæti í Kópavogsþraut Breiðabliks og fyrsta sæti í sprettþraut 3SH en hún setti brautarmynd í báðum þessum þrautum. Guðlaug Edda sigraði bikarkeppni Þríþróttasambands Íslands 2020. Hún var valin þríþrautakona Þríþróttasambands Íslands 2020 en þann titil hefur hún hlotið undanfarin ár. Guðlaug Edda hefur einnig verið að keppa í einstaka greinum innan þríþrautarinnar og varð Íslandsmeistari í 10 km götuhlaupi þar sem hún kláraði hlaupið á öðrum besta tíma í 10 km götuhlaupi frá upphafi. Guðlaug hefur verið dugleg að keppa erlendis en vegna COVID fengu Íslendingar að sjá Guðlaug Eddu keppa hér heima í sumar. Guðlaug Edda hefur náð mjög góðum árangri í ár, metnaðarfull í öllu því sem hún tekur sér fyrir hendur og hefur verið dugleg að koma þríþraut sem íþróttagrein á framfæri. Innilega til hamingju.
Jæja, nú erum við búin að heiðra allar deildir og núna hefur komið þessu skilmerkina til skila bæði til ykkar og þeirra sem eru að horfa. En næst á dagskrá er afhending á deildabikar Breiðabliks. En deildabikar Breiðabliks hlýtur sú deild sem hefur náð eftir þetta verðum árangri í starfinu og ekki síst fyrir góðan rekstur það ár sem ræðir og það er 2020. Á þessu sinni hlýtur deildabikarinn frjálsíþróttadeild Breiðabliks og það er Áslaug Pálsdóttir formaður sem ætlar að taka við þeirri viðurkenningu. Til hamingju. Því næst er það þjálfarabikar félagsins en þann bikar hlýtur svo þjálfari innan raða Breiðabliks sem hefur náð eftirtektarverðum árangri. Á þessu sinni er það aðili sem við erum að kveðja akkurat í dag og mér er sönn ánægja að tilkynna þann aðila sem ég skrifaði hér undir samningu við 2014 fyrir nokkrum árum síðan. Þeir eru fengumann til félagsins en það er Þorsteinn Halldórsson, nýráðinn landsliðsþjálfari kvenna í knattspyrnu. Stóri afrekshópurinn var bikar. Því næst er það val á afrekshóp Breiðabliks. Og já, flott. Vantaði einhvern bikar hérna á borðið en við höldum áfram. Það er sá hópur sem talir hefði að skara fram úr árinu 2020 og að þessu sinni, ég held að komi ekki neinum óvart, er það meistaraflokkur kvenna í knattspyrnu. Og ég ætla að biðja Sonju Láru hér að koma upp og taka við bikarnir sem er að koma inn í hús. Fyrirliða meistaraflokks kvenna. Gefum þeim gott klapp. Það hefði verið svakalega gaman að hafa allan hópinn en vegna aðstæðna eðlilega er ekki hægt að verða við því núna. En við tökum þá bara myndin á eftir og förum yfir í, eða hvað? Gleymdist sko. Við skulum fá þá Sonju Láru hérna upp. Og eina mynd, og það er bara spurning hvort við hefum ekki að hafa býtinu, við hefum ekki að hafa Þorsteinn Halldórsson með á myndinni, þjálfara liðsins. Hann gerði eitthvað, segir hún. Þá er komið að því að velja afrekskonu Breiðabliks og afrekskall Breiðabliks. Og ég ætla að byrja á því að velja afrekskall Breiðabliks, eða tilkynna hver var fyrir valinu. En afrekskall Breiðabliks árið 2020 er Arnar Pétursson frjálsíþróttadeild. Til hamingju. Ég er nýbúinn að fara með ræðun hérna rétt á hann, þannig ég ætla ekki að fara með sögur að aftur en innilega til hamingju, vel að þessu komin. Og afrekskona Breiðabliks eru sömu deild, Karin Sif Ársælsdóttir, til hamingju.
það má vel vera að það sé búið að taka alla spennu þessu frá okkur vegna þess að það var önnur hátíð haldinu undan en það breytir því ekki að við verðum undan þeim næst og þá verður þetta með trommum og fleira. En innilega til hamingju, öll þið sem hafa hlotið hérna viðurkenningu, vel að þessu komið og hérna árið 2021 verður klárlega okkar ár og vonandi fyrir að sjá fyrir endanum á COVID og við getum verið fullan sal hérna næsta ári þegar við höldum þessa hátíð. En ég ætla að biðja Svein Gíslason formann að slíta þá bara hátíðinu formlega. Þetta er ekkert lengra frá okkur en enn og aftur innilega til hamingju. Takk fyrir þetta, Eysteinn, og innilega til hamingju með þessar viðurkenningar, kæra íþróttafólk. Breiðablik frábær klúbbur sem var 75 ára á þessu ári, ekki rétt hjá mér? Jú, 70. Hvað segirðu? 71, já, 71. Hörðu, allt í góðu, en þegar maður komur á þennan aldur þá nennir maður nú ekki að velta fyrir sig hvað maður er gamall, sko, skiljið. En þetta er allavega gamalt félag og hér er frábært starf og gríðarlega mikill metnaður. Við erum rétt að byrja og við ætlum að í öllum deildum að gera góða hluti, bæði það að þróa okkur áfram sem einstaklinga, sem góðar manneskjur og sem gott íþróttafólk og sem gott svona afl í okkar ágæta samfélagi. Þetta eru gríðarlega mikilvægt afl íþróttafélögin og þau eru að verða meira mikilvæg og mikilvægari heldur en áður og hafa svo sem alltaf verið mikilvæg en við ætlum að hlúa vel að starfinu hér og ég veit að bæjaryfirvöld og aðrir eru að hjálpa okkur í því. Þannig að framtíð Breiðabliks er gríðarlega björt, innilega til hamingju, áfram Breiðablik. Takk fyrir.